fulltrúar Rauðu regnhlífarinnar. Það Renata Sara Arnórsdóttir og Ari Logn, verið velkomin. Takk hérlega. Núna höfum við fengið svolítið fréttir af því að hér hafi verið stór aðgerð, hún hafi svona milli landa, hér hafi verið svona komið upp um fjöldamannsal og bendir allt til þess að það hafi verið þarna aðilar sem hafa verið gerðir út gert í vændi eða kynlífsverkavinnu. Þetta auðvitað sláandi að heyra svona. Það svona ákveðin misskilningur í mörgu svona í þessu samtali og þið kannski svona hingað komin til þess að koma ykkar sjónarmiði allavega á framfæri því að það eru fordómar í þessum efnum sem mörgum öðrum. Algjörlega. Kynlífsiðnaðurinn gerður upp af fólki sem vill vera þar, fólki sem vill ekki vera þar en neyðist til þess af fjölbreyttum ástæðum, oft tengt kapítalisma, og svo fólki sem eru þolendur mansals og vilja ekki vera þar en eru haldin þar af valda meira fólki. Við sjáum það líka í túristageiranum, í byggingaiðnaðinum, í ræstingum, í fegurðariðnaðinum og veitingabransanum meðal annars. Og kerfin okkar þurfa að vera til staðar fyrir alla þessa hópa á viðeigandi hátt. En þegar við tölum mansal, þá erum við að tala ofbeldi sem manneskja eða manneskjur í valdastöðu, svipta fólki með þá minna eða ekkert vald í aðstæðum, af frelsi þeirra til þess að gera það sem þau vilja. Þetta valddýnamík getur orðið til af ýmsum ástæðum, peningaskuldum fyrir flutning á milli landa, eða til dæmis hótanir ofbeldi eða aflífun ef þau gera ekki það sem þeim sagt að gera. Alltaf í mansali eru til staðar aðilar sem hagnast á valdaleysi þolendans. Þetta á við kynlífsmansal en líka mansal almennt. Svo það fólk í vændi eða þolendur vændis. Þá erum við að tala fólk sem sjálfstætt en býr við mikla neyð og gerir ákvarðanir sínar undir þvingunum til dæmis stóra skulda, sjálfskaðandi hegðunar og eða vímuefnavanda. Þetta fólk sem finnst hugmyndin að sofa hjá fyrir pening vera á móti þeirra lífsskoðun en neyðin bara svo mikil og hjá þessum hóp fær svo mikið af svona internalized skömm að grasserast og þá þau að upplifa internalized skömm en líka skömm frá samfélaginu fyrir að gera það sem þau neyðast til þess að gera oft. Sumir í þessum hóp nota líka kynlífsvinna til þess að lýsa sínum aðstæðum en það persónubundið og svo það kynlífsvinna og þá erum við að tala fólk sem gerir meðvitaða ákvörðun að byrja í kynlífsvinnu. Þau geta vissulega gert ákvarðanir undir þvingunum fátæktar en það að sofa hjá fyrir pening ekki eitthvað sem á móti þeirra lífsskoðun. Þó það ríkir ekki internalized skömm hjá þessum hópi. Skömmin getur hins vegar verið eins og hjá öðrum hópum áverpuð af samfélaginu. En okkar áhyggjur eru af þessum rúmlega 200 manns sem lentu í mansali. Já, eða þú veist sem lentu í þessari aðgerð. Já. Og við höfum ekki heyrt neitt þessi rúmlega 160 manns sem voru ekki grunuð að vera þolendur mansals. Og við erum að hugsa hvað varð þau. Voru launin þeirra gerð upptæk í aðgerðunum? Fengu þau peningin tilbaka ef að launin voru gerð upptæk? Voru þau látin standa úti eða frammi á gangum? Eða var þeim gefið, aðgengi að yfirhöfnum sínum, var þeim sagt sannleikan réttindin sín, að því við vitum að það ekki oft það sem gerist, eða oft það ekki það sem gerist. Stendur til að brottvísa þeim sem voru innflytjendur að selja vændi eða kynlífsvinnu en voru ekki þolendur mansals. Fá þau endurkomubann, munu þessar aðgerðir vera skráðar á sakaskrá þeirra. Lögreglan að fara að sekta einhver þeirra fyrir að auglýsa og var þeim boðið sálfræði aðstoð. Það svo skrítið að ekkert af þessu hefur komið fram í neinni umfjöllun. Og svo það auðvitað
þessir 36 mann sem eru grunað að vera þolendur kynlífsmansals. Við vitum ekki heldur stöðuna á þeim, verður þeim brottvísað. Voru peningurinn þeirra gerður upptækur, fá þau hann tilbaka. Ég hef unnið með og fengið að kynnast fjölbreyttum hópi þolenda kynlífsmansals á síðustu 2 árum og nánast öll þeirra hafa verið brottvísað eða það stendur til að brottvísa þeim. Þau voru líka ekki mörg sem fengu einhvers konar framfærslu frá ríkinu og þau sem fengu það þá voru það 10.000 krónur á viku á kort sem dugar sumstaðar og ekki allstaðar. Enginn þeirra sem við höfum þekkt líka sem eru þolendur mansals hafa verið tengt við önnur stuðningsnet í gegnum ríkið og lögreglu. Það skrítið. Það eru lögfræðingar sem þurfa að sinna því og þá þarftu að vera heppinn með hvaða lögfræðingur skipaður til þín af ríkinu. Já. Þetta svona, sko, þannig að hún alveg tvíhliða þessi umræðan sem að hefur kannski farið mest fyrir í fjölmiðlum af þessum 200 manneskjum sem að yfirvöld óttast að hafi verið seldingað í mansal, voru 36 manneskjur sem að voru grunað að hafi verið seldingað í vændi eða kynlífsiðnað og það svona, já, þeir vilja svona benda á það að ég meina hvað með hinn 160 af hverju þessi iðnaður tekið sérstaklega út fyrir sviga hvers vegna það verra heldur en að vera seldur í skúra eða inn á heimili í einhvers konar þjónustustarfi eða í veitingageirann. Öll frelsissvipting röng. Öll frelsissvipting alveg sama í hvaða iðnaði það röng og ríkið okkar á að hafa, þú veist, lögin eiga að vera þannig að hagur þolendar í fyrsta sæti. Það á ekki að vera bundið við hvort að þú hjálpar lögreglunni eða ekki, þú veist. Og ef þú hjálpar ekki þá þér refsað. Þú veist, það ekki hvernig við hjálpum þolendum mansals. Nei, einmitt. En þið hefðu reynað það eitthvað svona athugasemdir líka við það að þetta eru svona stórar aðgerðir og vegum meðal annars Frontex en ég veit að nú Bordes til dæmis hafa verið mjög gagnrýnin á allt sem við kemur Frontex. Já, og það akkurat það sem mér langaði aðeins að snerta á. Ég fann hérna mjög gott dæmi og það hérna 14. júní 2023 þá The Adriana, það var bátur sem var að fara frá Líbíu til Ítalíu með hundruðum flóttamanna eða, já, og hann sökk og gríska svona, hvað segir maður, svona border control þannig eða bara yfirvöld. Search and rescue. Já. Já, þetta var semst í því svæði. Þetta var bara, ég að translata þetta allt í hausnum, sko. Ekki mál. Þetta var semst að dauðlegasta já, það var stærsta mannfall í sögunni. Svona migrant shipwreck, sko. Og það voru 9 manns sem var bjargað og þau voru tekin í fangelsi. Einmitt. Og þau voru sökuð að vera, sem sagt, smyglarar. Þessi sem lifðu af. Já. En líka bara, þú veist, við setjum stór spurningamerki við það, þetta Frontex aðgerða því að aðalstarf Frontex í Evrópu eins og reynda kom inn á að halda óæskilegum þolendum Vesturlanda frá landamærum Evrópu. Svolítið svona by any means necessary sem þýðir fólk drepið. Fólk skilið eftir út í sjó, þeir sökkva báta. Þau eru skotin. Já, það er bara leyfi fyrir allt ofbeldi til þess að halda óæskilegu fólki frá landamærum Evrópu. Þess vegna fyrsta hugsun okkar
hvenær verður þeim brottvísað búið að brottvísa þeim, þú veist. En vitið til þess að fulltrúa Frontex sem að sinna einmitt þessum fólksflutningum á milli landamæra, sem að þeir færa fólk til heimalandsins eða svona fyrsta ríki sem að þau mæta til í rauninni svona samkvæmt Dublin. Vitið eitthvað til þess að þessir aðilar, Frontex og svo bara íslensk yfirvöld og sé einhvern hátt stakk búin að einmitt takast á við svona stort verkefni og á réttum forsendum? Nei. Þeir sem sagt notast mjög mikið við biometric data sem bara að hafa yfirlit yfir útlit fólks og nota það, skrásetja það og síðan fylgjast með eða njósna fólk og sérstaklega á landamærum. Og það sem við erum að sjá að innflytjendur og flóttafólk rosa mikið verið að nota sem tilraunadýr á þessum í rauninni njósnunar aðgerðum. Já, og þetta meðal annars notuð gervigreind og þetta allt skrásett. Þannig að það í rauninni bara, þú veist, bara svona data centers notuð undir allar þessar upplýsingar allt þetta fólk og auðvitað eins og gervigreind þjálfuð af mannfólki með fordóma og þessi gervigreind og þetta þessi algoritmi sem notaður til þess að greina úr myndavélum og svoleiðis hvort einhver sé óæskilegur bara mjög rasískur. Teljið þá að sé meiri líkur að fólk af ákveðnum uppruna lendi í einmitt svona rasíu heldur en bara hvítt fólk úr öðrum Evrópulöndum eða annars staðar úr heiminum? Já, það bara eins og ef þú ert dekkri á hörund að þá ertu líklegri til þess að vera stoppaður og að sem sagt kerfið flaggið þig. Og þegar það kemur sérstaklega að þolendum mansals eða kynlífsverkafólki þá það rosalega mikið þetta sama targeting notað á konur sem að koma frá Austur-Evrópu. Það hafa verið notað bara það sem sönnunargögn á landamærunum hefur verið notað til þess að senda fólk tilbaka. Hefur verið notað það að þau eru með flottan undirfatnað í farangrinum sínum. Það hefur verið notað til þess að segja þetta annarkvort manneskja sem ætlar að gera vændi á Íslandi eða þolandi mansals, þau verða að fara. En hvernig sko, bara eins og með þessar aðgerðir sem hefur verið fjallað mikið í fjölmiðlum og það alltaf ykkur hérna baki, ég meina þegar mansal á sér stað, þá alltaf ykkur þriðji aðili og ykkur samverka menn sem að sjá hag sinn í því, einhvern veginn að selja þá sem fátækar og í meiri neyð á milli landa sem útýrt vinnuafl. Hafið þið eitthvað fylgst með því hvort að það hafi, ég meina, eitthvað raunverulegu gerandi hérna eða þetta bara hópur af fólki einhvern veginn sem sem hérna einhvern veginn sendt í einhverja ánauð en það hefur engin gerandi verið handtekinn eða? Mér finnst mjög áhugavert sko, það sem hefur verið í fréttum nýlega þetta með konuna sem að maðurinn var í rauninni að selja aðgang að. Það var kynlífsmansal. Já, það áttu við fötluðu konuna og já. Þú veist, og það gerandinn sem að var að hafa samband við hina og segja, já, þið megið hérna. Og skipuleggja þessar aðgerðir. Og svo sjáum við að bara hann kærður, sakfelldur. Hinn sleppa. Akkur ekki sænska leiðin farin þannig að Einmitt, en lögin okkar ekki það sem að ég ætla að sletta og segja fit for purpose af því að akkurat núna undir sænskuleiðinni þá refsivert að auglýsa kynlífsþjónustu en það þýðir að þolendur mansals og þolendur vændis að fá á sig háar sektir fyrir auglýsingarnar sínar. Hvernig það að vernda neinn? Þetta líka þannig sko eins og í Bandaríkjunum þegar kom hérna Sesta Fosta Fight Against Human Trafficking
að þá var síða notuð mjög mikið af bæði kynlífsverkafólki og af gerendum sem voru að auglýsa, þú veist, bara fórnarlömb eða þolendur mansals. Og þau enduðu á því að taka þessa síðu bara alveg niður með þessari löggjöf. Og afleiðingarnar af því var að kynlífsverkafólk sem var að nota þessar vefsíður til þess að geta haldið sér öruggum, þau þurftu allt í einu að breyta alveg og margir þurftu að fara frá því að vera independent og inni yfir því að vera úti á götu með einhverju svona pimpa sem að stjórna ferðinni að því að þau get ekki fundið kúnna á netinu að því að það engar vefsíður fyrir þau til þess að auglýsa sjálfstætt. Og það var líka erfiðara fyrir yfirvöld og lögreglu að finna þolendur mansals. Að því að nú eru enga myndir, nú eru engin, þú veist, það engin svona einn staður, ein síða þar sem að þau geta svolítið skannað yfir. Já, þetta hérna manneskja sem er búin að vera auglýst týnd, þú veist. Þetta var allt farið. En svo í þessum aðgerðum einmitt sem að við höfum verið að fjalla þar erum við komið með hópa fólki sem að í mjög erfiðri stöðu, 200 manns sem að bara eiga erfitt. Eða við vitum það ekki rauninni. Eða kannski voru þessar 160 manns, kannski voru þau að selja kynlífsþjónustu bara einstæð. Við vitum það ekki, við fáum ekki að vita þessar upplýsingar. En við vitum að það eru þessi 36 sem eru grunuð, en lögreglan og önnur svona samtök sem hafa verið að tjá sig, þau eru frekar opin með það að það ekki að ganga upp að ná til þessa þolenda. Það ekki að ná, við erum ekki að ná að byggja upp traust og það vandamál sem við þurfum að leysa og við leysum það ekki með harðari refsingum. Við leysum það ekki með því að herða á glæpavæðingu. Við leysum það með því að mæta þeim þar sem þau eru, tala á þeirra máli án þess að áætla þeim neitt. Oft þá bara það þekkt þegar maður að tala við einhvern sem að gæti verið þolenda mansals að stundum þarf maður bara að byrja að tala kynlífsvinnu og svo að sjá hvað þau segja, hvernig þau bregðast við, hvað þeim finnst. Frekar en að áætla fólki einhverju sérstöku og sannfæra þau að það sé raunin. Það þarf bara svolítið að fara á hraða manneskjunar í hvert sinn og kerfið okkar eins og það býður ekki upp á það. Það býður svolítið upp á, að því að nú verið að tala svolítið fyrir harðari refsistefnu einmitt einmitt bara kynlífsiðnaðnum bara og og þá talað vændi og og maður velta fyrir sér að því að nú hafið þið talað mikið fyrir afglæpavæðingu og þetta stangar svolítið á við það sem að fólk í svona kynlífsverkafólk sjálft segir versus það sem að svo kannski svona aðilar sem að starfa í þolenda kynferðisofbeldi og okkur svona halda fram opinberlega. Við styðjum fulla afglæpavæðingu en við erum svo heppin að hafa rosalega mikið af góðu data frá Nýja-Sjálandi sem hefur núna verið að afglæpavæða í 20 og eitthvað ár og þau sýna fram á það að þegar afglæpavæðing gerist að þá hækkar hvorki tilvik mansals né hækkar aðsóknin í kynlífsvinnu né hækka kaup á kynlífsvinnu. Þannig að tölunar sveigjast á milli svona 5% pluss og mínus í sambandi við mansal og lögleðingu, afglæpavæðingu. Já, þannig að breytingin, það var ekki bara eitthvað
allt í einu núna bara Nýja-Sjáland orðið mansalskapital heimsins. Það ekki rétt. Það eiginlega bara mjög lítið af mansali og það mjög vel fylgst með því af því að þau hafa lög sem eru fit for purpose. En hvernig finnst ykkur, nú talað sagt, gerendur, sagt, þá, yfirleitt karlmenn sem að kaupa sér kynlífsþjónustu og það talað að þeir sæki einhvern veginn sérstaklega í þolendum mansals, þeir sæki í að einhvern veginn vitandi það að þeir að brjóta gegn einhverjum, ég skil ekki alveg þetta samtali en hérna þið viti hvað ég að fara. Það talað þá sem að kaupa sér kynlífsþjónustu sem einhvers konar skrimsli. Finnst ykkur það vera hjálplegt? Sko, skrimslavæðing, við vitum það þegar við erum að tala bara kynferðisofbeldi yfir höfuð, að skrimslavæðing hefur skilað rosa litlu og ef að það eru kallmenn sem eru vísvitandi eins og er búið að vera að tala að leita að þolendum mansals til þess að fara á nauðga þá við ættum ekki að sætta okkur við það að undir sænsku leiðinni séu við heppin að hægt sé að taka á þeim fyrir að kaupa kynlíf. Það óásættanlegt að það eina sem lögreglan vill eða getur gert að refsa þeim fyrir kaup. Sænska leiðin ekki góð ef að það eina góða við hana eru tæknileg atriði eins og ná nauðgara fyrir kaup en ekki fyrir nauðgun. Rót vandans þá kynferðisofbeldið og við þurfum að taka því alvarlega. Lögreglan á ekki að bregðast eins við nauðgara sem sækir út þolendur mansals eins og þau gera við kunna kynlífsverkafólk sem fara ekki yfir mörk, greiða rétt laun og sína virðingu og kurteisi. Þetta eru tveir ólíkir þetta eru tvö samtölu í rauninni sem eiga sér stað en einmitt alltaf talað undir þessum sama hatti og það yfirleitt að það séu þolendur vændis og svo það, ég meina það sem þið réttindasamtökin, Rauða regnhlífin hafi verið að segja að svo eru fólki kynlífsvinnu. En við þurfum lausnir sem að virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem að eru að selja setur ekki heimilisaðstæður þeirra í hættu. Lausnir sem koma að rót vandans sem réttindaleysi, fátækt og landamæri sem halda fólki með ákveðin vegabréf utan. Það gerir bara lítið úr þjáningu þolenda mansals og úr sjálfsákvörðunarrétt kynlífsverkafólks að hafa lögin eins og þau eru núna og að hafa hlutina svona rosalega óskýra. Mér finnst líka mjög áhugavert að fólk sé eitthvað að furða sig við því að þolendur mansals séu ekki að koma fram og leita í stuðning eða í úrræði þegar að þeim yfirleitt alltaf bara brottvísað. Aftur þangað þar sem þau græða ekki mikið á samstarfi við yfirvöld í rauninni. En hafið þið kannski bara svona á lokum hefur ykkur leitað til ykkar með ykkar sérfræðiþekkingu og svona, bara svona yfirlit og yfirgrip yfir málaflokkin. Nú hafa svona stofnanir fyrir þolendur kynferðisofbeldis verið mjög áberandi í umræðinu og augljóst að þau hafa verið að vinna náið með yfirvöldum. En hefur ykkur haft samband við ykkur? Nei, nefnilega ekki og við höfum mikla þekkingu frá því að fá að vinna með þolendum mansals. Meinar þá að þolendum mansals? Yfirvöld. Nei, ok. En við höfum verið sett í tengsl við bara marga þolendur mansals sem við höfum getað stutt á bara svona mismunandi hætti og þess vegna finnst okkur svo skrítið að það ekki standardinn að leita til mismunandi félagasamtaka að því að eins og No Borders að hjálpa þolendum mansals. Þú veist, No Borders að styðja þolendur mansals og það bara heppni að þau kynntust No Borders. Það ekki verið að segja fólki hvar þau geta fengið aðstoð. Réttmæta þjónustu. Renata, Sara og Ari Lókt, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og svona koma ykkar sjónarmiðum á framfæri. Þetta var mjög fróðlegt. Takk. Og það meira hér eftir örstuttar auglýsingar.